Sælir fólkið og velkomin með mér til Egilsstaða þessu sinni. Nú, það dugir ekkert annað í dag en að vera þokkalega til hafður. Ég setti meira að segja upp spari slaufuna því ég ætla að taka á móti forsetahjónunum, þeim Ólafi, Ragnari og Dorrit. Þau eru að koma í opinbera heimsókn hingað til Egilsstaða og á morgun fara þau yfir eins og sagt til Seyðisfjarðar. Nú, þau byrjuðu á því að heilsa upp á krakkana í skólum bæjarins og við skulum fylgjast með. Nú erum við hérna hjá grunnskólanum Egilsstöðum. Forsetinn að fara að koma hérna. Bara að tala eitthvað við okkur. Velkomnir krakkar í veröldin okkar. Við skulum leika okkur, við skulum klappa. Öpunum klappa og klippa í kappa. Klifra í kaulum og klukka. Það er oft verið að tala Reykjavík annars vegar og landsbyggðina hins vegar. Ég ólst upp eins og þið í landsbyggðarsamfélagi. Það var vísu fámennara en Egilsstaðir, einhæfara. Samgöngurnar þannig að vegirnir lokuðust í október og opnuðust ekki aftur fyrir í júní. Og það kom bara póstur einu sinni í mánuði og það var bara ein útvarpsstöð og það var ekki nema 20 símar. En engan síður hef ég oft sagt það að það veganesti sem ég fékk með uppeldin á landsbyggðinni hefur reynst mér það dýrmætasta sem ég hef hlotið til undirbúnings að mínu ævistarfi. Öxa við ána, árdansi ljóma, upplýsi þjóðlíf og skipist í sveim. Skjótum fána, skerpjúra hljóma, stundum og þingvöll og frestum og heim. Fram, fram, aldrei að víkja, fram, fram, bæði menn og þjóð. Tengjum stríðar böndum, tökum saman höndum, stríður við orðið þjóð. Það okkur sönn ánægja að hafa ykkur hér hjá okkur í dag. Það mikilvægt að nemendur í skólanum fá að kynnast forseta sínum með því að fá hann í heimsókn í skólan. Þó við hefðum gjarnan vilja hafa ykkur lengur hérna í dag og sýna ykkur meira af starfin okkar. En njótum á meðan Þegar nóttin lekur sólina, syfjaðar heim. Það svo gott að eiga vini og vera hjá þeim. Því allir þurfa eigin heiminum einhverja vörn. Bæði mjúkdýrin minnstu og mannanna vörn. Ég að hugsa til þess í morgun að það orðið nokkuð langt síðan ég kom fyrst til Egilsstaða og það á margan hátt ævintýri hver þessi staður hefur vaxið og blómgast og styrst á undanförnum árum og áratugum. Af hverju kom ég ekki með hundin okkar? Þetta mjög viðkvæmt mál á Bessastöðum. Dorrit vildi að Sámur kæmi með líka. Hver vil að Sámur koma hingað líka? Sjáðu! Hvernig það að vera forseti? Það að mörgu leyti skemmtilegt og fræðandi og gefandi. Það engin dagur nákvæmlega eins.
En það getur líka verið erfitt og ögrandi vegna þess að forsetinn þarf oft að taka ákvarðanir sem geta skipt sköpum. Við þekkjum dæmi það frá síðustu árum. Það sem margir eru kannski andsnúnir því sem hann ákveður að gera. Hvernig var í Sochi? Það var að mörguleyti, meira en að mörguleyti, það var að ölluleyti mjög fróðlegt og satt að segja svona líka ákveðin leksía það hvernig fjölmiðlarnir birta mann ekki alltaf rétt að mynda af veruleikanum. Þetta má margt Rússland segja og ástandið þar, en það mikilvægt að menn átti sig á því sem ég finnst fjölmiðlarkerfi í Íslandi hafa ekki átt sig nægilega vel á. Að þeir sem fara á Ólympíuleikana eins og ég eða ráðherrar eða aðrir þjóðhöfðingjar, þeir fara ekki í boði Rússlands. Þeir fara í boði Ólympíunefndar og Íþróttasambands þeirra eigin heimalands og alþjóðlegu Ólympíunefndar. Af því að þetta eru fyrst og fremst alþjóðlegir íþróttaleikir, þar sem að heiðurinn íþróttafólksins sem þar kemur saman. Hvaða súrmat finnst þér best? Og í hreinskilni sagt þá finnst mér súrmatur ekki mjög góður. Ólafur Ragnar og Dorrit fengu margvíslega spurningar frá æsku fólki á Héraði. Hérna áðan kom það fram til dæmis að Dorrit mikill dýravinur. Hún hefði gjarnan vilja hafa sám með sér austur og það kom því eiginlega sjálfur sér hvað það var sem Ólafur gerði til þess að gleðja konu sína á Valentínusardaginn. Þannig ég ákvað að bjóða henni í fjósið hérna á Egilsstöðum. Ég veit að það er kannski ekki mjög rómantískt. Stundum held ég hún elski Bellistan meir í mig. Þannig að Dorrit fær það í gjöf á Valentínusardaginn að fara í fjósið á Egilsstöðum. Ég vil fara upp í sveit. Sumar vil ég vinna, veit ég þar margt að finna. Ég vil reyna eitthvað nýtt, því ég veit allir elska kaupa konur og í jeppa oftur skreppa. Ýmislegt mun gerast þar sumarkvöldin, þó með einum oft í leinum. Það mig skadað getur ekki neitt og mig dreymir oft það sem þar gerist þegar sólin brennur síðla bak við fjöllum, því að sveitin engu öðru lík. Upp til heiða, inn til dala, liggja okkar tveggja spor. Ef að Dorrit væri ekki hérna, þá myndi ég nú segja svona gott lambalæri og brúna kartöflur og súkkulaðikaka með rjóma á eftir. En af því að Dorrit hérna, þá ætla ég að segja grænmeti og ávextir. Afi minn Gísli í Skógagerði, hann átti oft leið hérna meðfram Urriðavatni á leið sinni að heiman og heim. Nú hann veitti því athygli á þessum ferðum sínum að hérna voru gjarnan vakir sem aldrei fraus yfir, alveg sama hvað frostið var mikið. Nú afi vakti athygli á þessu og benti á að hér væri hugsanlega nægilegt heitt vatn til þess að hita híbýli héraðsmanna. Nú það varð úr, það var borað, gekk nú ekkert allt og vel í fyrstu. Nú vatnið var bæði lítið og ekki nógu heitt. Og þeir sem stjórnuðu hitaveitunni voru gjarnan nefndir annarkvort hrollur eða kuldaboli. Nú síðan kom betri tækni við að bora og stóri vinningurinn fékkst, stór og mikil hola sem gaf mikið af heitu vatni. Nú hérna hjá hitaveitu Egilsstaða og Fella nægilegt heitt vatn til þess að hita jafnvel öll híbýli á Héraði. Já, og getur þú að segja þess fyrir líka þegar hægt verður að koma vatninu þangað. Auðvitað gekk þessi hitaveita svona brösulega kannski byrjun, en menn voru ákveðnir að halda áfram og í krafti nýrar tækni þá árangurinn þessi sem við sjáum hér að hinn hreina orka nýtist mönnum á ódýrari hátt
Og það fróðlegt að hugsa til þess að á Bretlandi þá verður eitt helsta deilumál í næstu þingkosningum hið háa orkuverð fyrir almenning. Hvað dýrt að kynda upp húsin. Nú að sjálfsögðu fóru forsetahjónin í heimsókn hingað í sláturhúsið, gamla sláturhús kaupfélagsins sem nú menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs. Nú húsið mjög sjarmerandi að mínum mati, svona mátulega hrátt. Hérna sjáum við til dæmis klefan sem að nautin voru rotuð í, þangað genguðu sín síðustu spor. Nú hérna í salnum sem var vinnslusalur áður, þetta svona sýningarsalur en svo út af honum mannskonar vinnustofur. Við skulum kíkja hérna inn í eina þeirra og vita hvað við sjáum. Hér eru listaverk upp alla veggi og hér sé ég að listaverk að verða til. Góðan daginn. Góðan daginn. Þannig þú að skapa fjall á striga. Já, það passar. Herðubreið á striga. Þetta herðubreið komin á striga? Já, það svona alveg að verða tilbúin. Ég man nú eftir listmálara Stefán Jónsson sem að málaði þetta fjall oft sinnis. Getur verið að þið séð eitthvað skilt? Já, það passar. Þetta virðist vera eitthvað í ættinni þessi þráhyggja. Þessi geta flokkað þessi þráhyggju. Þannig að já, herðubreið hefur sótt á mig líka. Og fleiri í ættinni veit ég. Hvernig vinnur þú helst þín verk? Ég svona mest að vinna í striga og ég nota svona eiginlega blandaða tækni. Ég nota svona það sem ég get nýtt. Ég fæ hjá málurum í bænum, afgangsmálingu og nota bílalakk og akríl og olíu. Þannig að það alls konar og kol og blek. Þannig að það svona ýmislegt. Það voru komin hérna inn á aðra vinnustofu. Ég veit ekki alveg hvað gerðist hér í gamla daga þegar þetta var sláturhús. Sennilega hefur það verið innmaturinn sem kom hérna inn og var síðan sturtað niður gat niður á næstu hæð, en hérna allt annað að gerast núna. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað þú að sýsla við? Núna bara eitthvað tilraunast. Bara að fá einhverju hugmyndir. Bíði eftir að andinn komi yfir þig? Já, ég að bíða eftir að andinn komi yfir mig. Hérna hefur þú vinnustofu í gamla sláturhúsinu. Þetta ekki ómetanlegt að hafa svona vinnuhótt? Jú, þetta náttúrulega bara einstakt sko. Og líka bara bæði húsið sjálft og friðinu sem farið og félagskapurinn við alla hina. Það svona innblástur í því líka. Og hér færðu góðar hugmyndir? Já, ég fæ fullt af hugmyndir minna. Það líka bara allt annað að vera með vinnustofu heima hjá sér og vera þar einn eða vera í svona félagskap. Það bara allt annað. Hvernig verk ertu helst að vinna? Ég byrjaði á því að vera að teikna svolítið mikið. Ég grafískur hönnuður í grunninn sko. Og svo færðist það svona yfir í textíl og svona vöruhönnun. Búið til alls konar vörur úr pappír og textíl. Góðan daginn. Góðan daginn. Gaman að uppgöta svona mikla listsköpun í gömlu sláturhúsi. Já, það ótrúlega margt að gerast hérna og bara góð aðstæða fyrir okkur og frábært að fá að vera og einhvern veginn eitthvað að gerast í hverju horni sem bara er dásamlegt. Þú myndi kannski einhver ætla að það var ekkert sérlega frjór jarðvegur í gömlu sláturhúsi? Jú. Ef að það er frjótt fólk á staðunum þá verður andrúmsloftið þannig og smittar út frá sér. Það skiptir í rauninu ekki máli hvernig aðstæðan er beint en jú. Ef að það er frjóur hugur þá það allt mögulegt. Já, þá er ég komin í enn eitt svona afsalinn úr stóra sýningarsalnum og hérna sýnist mér að sé ljósmyndastúdíó. Hér ekki verið að mála með pensla eða annað slíkt. Það er ekki rétt til getið að mér. Jú, þetta er semst ljósmyndastúdíóið, það er ljósmyndarýmið hérna í sláturhúsinu og hérna tökum við stúdíómyndirnar hérna og svo ferðustu við allt húsið ef okkur langar til. Frystiklefarnir mjög vinsælir í myndatökur. Og ég sé hérna margvíslegar portrettmyndir sem þú hefur að taka hér og þar væntanlega á Austfjörðum. Já, þetta er tekið mikið, ég nota mikið eyðibýli, nýtið með þau, það er nóg að þeim hérna á Fljótsdalshéraði og við erum með hérna Ánastæði og svo erum við með hérna hjá honum Eymundi á Vallanesi, Kveitakurinn hérna. Og svo erum við með hérna út á Sandi, það er nóg að taka hérna sko, við notum þetta mikið.
Ég sé að hérna stendur gömul ryðguð bárjárnsplata aftan við okkur. Var hún dregin í hús svona sem bakgrunnur? Já, þetta sótti ég þegar var verið að rífa gamla lasshúsið á Borgarfirði. Þá fór ég á Borgarfjörð með lítinn vörubíl og sótti allar þær plötur sem var hægt að nýta. Þessi stóru öflugu fyrirtæki samtímans, þau eru einmitt sköpuð af orkuverum sem voru til í heilabúinu á ungu fólki. Og þess vegna finnst mér gaman að kynnast í menntaskólanum hvaða hugmyndir ungt fólk hefur framtíðina. Gaman líka að fá að heimsækja tæknifyrirtækin, upplýsingatæknifyrirtækin sem búa hér eins konar samvirkjubúi á eigin stöðum þó það séu ólík fyrirtæki og kynnast á eigin raun. Að hér eru menn með upplýsingatæknifyrirtæki sem eru í samvinnu við fyrirtæki út í Bandaríkjunum, eru komin í tengsl við Kína, eru að þróa orkusparandi kerfi sem notað í Hollandi. Og allt þetta eru skilaboð það að tækifæri landsbyggðarinnar á þessari nýju öld eru miklu fjölþættari, meira spennandi og munu reynast meira gefandi heldur en okkar kynslóð gat nokkru sinni gert sér í hugalund. Jæja, þá erum við komin til Seyðisfjarðar og heimsóknu forsetans hér hefst í gamla skólahúsinu, afskaplega fallegt hús sem að Seyðfirðingar eiga hér og þar grunnskólinn til húsa. Nú, krakkarnir eru tilbúin að taka móti forseta hjónunum. Góði blessuð. Jæja, þetta hafðist hérna yfir heiðina. Það var ágætis áminning og veðurskilyrði hérna. Forseti Ólafur Grímsson og frú Dorrit Músarek. Við erum velkomin. Við erum nemendur í 8. og 9. bekk og líka í leikskóla í Seyðisfjarðarskóla. Nýlega tókum við þátt í First Lego League sem nokkurs konar hönnunarkeppni grunnskóla. Þar sem við forritum Lego-róbota. Við þurfum að gera rannsóknarverkefni sem á þessi ári snerist náttúruhamfarir. Snjóflóð getur skaðað bæði fólk og eignir. Seyðisfjörður aðeins í hættu á veturna þegar það mikill snjór í hlíðunum og verst þegar eru hörðlög á svokallaða kanta eða kristalla, veiklög og svo mikill snjór ofan á þeim. The stairs creak as I sleep is keeping me awake. Is there a house telling you to close your eyes? Some days I can even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies to shore. Hey! Já, rannsóknarverkefni ykkar snertir snjóflóð. Já, út í það er svona nærtækast að taka út í það stundum snjóflóð hérna á Seyðisfirði. Er gaman í skólan? Það fer eftir dögunum svona. Það er misjafnt hvað sum finnst gaman og hvað ekki. Og hvað er skemmtilegast í skólan? Frímínútur. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Hey! Don't listen to a word I say. Hey! The screams all sound the same. Hey! Just though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Now you're gone, gone, gone away. I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. Jæja, góðan daginn. Hvaða lag var þetta sem þið voruð að syngja fyrir okkur? Little Talks með Of Monsters and Men. Og hvaða hljómsveit var þetta sem var að flytja lagið núna? Hún heitir við skilmuna hérna 1725. Þetta er enga húmor. En þið eru búin að fara víða með þetta lag? Já, við vorum í Reykjavík í Háskólabíó. Jú, Háskólabíó. Þú veist, þar seinasta helgi. Svo voru að spila á Grenivík seinasta helgi. Hæfileikakeppni. Hænan. Já, hæfileikakeppni sem heitir Hæna. Nú þarf nokkuð að spyrja því, hvernig stóðuð þið ykkur í þessum keppnum? Við náttúrulega rústuðum þessu.
Nú, hérna ég komin inn í aðal hátíðarsalinn í gamla barnaskólanum. Þetta einstaklega sjarmerandi og skemmtilegt hús og sem betur fer hefur Seyðfirðingum tekist að halda í gamla útlitið á skólanum. Hérna erum við komin fram í aðal andirið, afskaplega skemmtileg stigað uppgangurinn. Hérna sjáum við niður á fyrstu hæðina og svo hér annar hluti af gamla hátíðarsalnum. Hérna er bókasafn að hluta til og svo eru hér myndir af gömlu forsetunum upp á vegg. En í þessum sal var í gamla daga, það voru haldnir hér bæjarstjórnarfundir og nánast allar þær samkomur sem að Seyðfirðingar blésu til. Þetta er náttúrulega mjög virðulegt hús og það er svona notalegt andrúmsloft hérna og hérna er mikil saga og þannig að það hefur setur sinn svip á skólastarfið. Er það ekki rétt hjá mér að hér fundaði bæjarstjórn í gamla daga? Jú, hér satt bæjarstjórn og stjórnaði bænum og þetta var líka samkvæmissalur bæjarins alveg til 1957 held ég. Satt að segja þá var ekki langt síðan að við týndum hérna niður af veggjunum hér myndir af gömlum bæjarstjórnarmeðlimum sem að voru hérna bara upp úr aldamótunum 1900 í bæjarstjórn og það var svona svolítið sárt að sjá á eftir þeim en við ákváðum að nú ætluðum við að reyna að hafa þetta svona lifandi skóla sem að væri í nútíðinni en þó svo við viljum hérna sína sögunni allri virðingu þá þurftum við líka pláss fyrir það sem starfsemina sem fer hérna fram núna. Þið eru að fagna forsetahjónunum hérna í dag en fyrsti gesturinn sem hér kom það var líka þjóðhöfðingi. Já, Friðrik VIII kom hér í heimsókn, var það ekki 1907 árið sem húsið var byggt og hafði sagt að hann hefði ekki átt von á því að koma í höll á Seyðisfirði þegar hann kom inn í skólan. Og höllin stendur enn og hýsir núna skólahaldið. Hvað ertu með marga nemendur í vetur? Við erum með rúmlega 60 nemendur, 63 í dag. Það er fækkað ansi hratt seinustu 10-15 árin. Það voru svona, fyrir 15 árum voru alveg 140 nemendur. Við fórum líka niður í yngri deildina þar sem var kröftugur kór. Gaman að heyra það, sungi raddamersi og mikilli innlifun. Er kraftur í sönglífi? Já, það hefur verið það í gegnum tíðina mikill kraftur í sönglífi hérna og þetta ræðst nú líka svolítið af fólkinu sem er að vinna með krökkunum og söngkennarinn okkar er gríðarlega áhugasöm og dugleg kona og leggur metnað í að þjálfa þau vel sko. Þú ert ung og ennþá ekki, þekkir heimsins þá, vertu gætinn bara skaltu, við sjá leyndarmál við Pétur og Há. Ungt fólk hefur laðast hingað að staðnum og hérna vill búa hér og hefur sest að í fallegu gömlu húsunum hérna. En það sem okkur vantar mest, það eru bættar samgöngur. Þá held ég að það myndi allt fyllast hér af fólki og lífi og við myndum líka geta gefið nágrönnum okkar og öðrum leyft þeim að njóta af öllu því sem að hér fer fram. Því að það er mikið af ungu listafólki til dæmi sem hefur flutt hérna af höfuðborgarsvæðinu og vill vera hér. En það vantar bættar samgöngur líka til þess að það sé hægt að stímúlera atvinnulífið sko. Við skulum alltaf hjálpast að, syngja, spjalla, skrifa á blað, vinna saman öll í þessum skóla. Við skiljum engan út undan, en tölum öll við félagar, því mikilvægast er að vera vinir. Verum vinir. Seyðfirðingar höfum mjög gaman að því að fá gesti til okkar og þetta er náttúrulega sérstök heiðursheimsókn núna og við erum auðvitað mjög ánægð með það að fólk komi og heimsækja okkur þrátt fyrir þessa erfiðu færði við Fjarðarheiði. Er það ekki bara til að minna á að það þarf að bæta úr? Jú, og ég held að það sé nú orðið mikil skilningu fyrir því að nú er komið að Seyðfirðingum að fá jarðgöng til þess að þessar samgöngur geti nú verið með svona nútíma hætti hérna innan
innan fjórðungs og á Íslandi þetta skiptir þetta okkur máli bara að allur infrastruktúrin sé í lagi sko. Hvað segja þeir bjart sínustu? Hvenær verður fyrsta bomban? Fyrsta bomban væri tæknilega hægt að byrja á henni 2016. Þá væri búið sem sagt að við erum að fá núna rannsóknaráætlun og það væri hægt að vera búin að rannsaka og hanna núna á 3 árum. Þannig að 2016 möguleiki. Klukkan 3:30, 2016. Já, ef ekki að segja það, ef ekki bara ákveða það hér og nú. Mér finnst landsbyggðarfólki þurfi að hverfa dálítið frá kvörtunar umræðunni. Minnimáttakendin. Ég kannski ekki beint minnimáttakendin en þegar landsbyggðin tekur til máls þá hefur hún tilhneigingu til þess að segja hvað vantar, tala erfiðleikana, tala það sem þyrfti að gera og það gott að gera það líka. En það má ekki gleymast að halda til haga öllu því merka starfi sem hefur verið unnið og unnið fyrir nýsköpun og framþróun og krafti sem birtist í landsbyggðinni því að það eru líka skilaboð til unga fólksins sem við sjáum í þessum glæsilegu skólum að það spennandi framtíð að varðveita þessar rætur sem það á Egilsstöðum, á Héraðinni, á fjörðum fyrir norðan en geta svo nýttað í þágu menningar, lista, upplýsingatækni og nýrra atvinnugreina þegar það hefur hlotið sína menntun.